Já, góð kvöldið. Hvað segið þið gott? Eru þið glöð? Já, maður heyra, eru þið glöð eða? Það er bara eitthvað, já. Það er svo gaman stundum að tala við fullan fólk á sali og fyrstu orðin alltaf bara, já, hvað er í stuði? Já, ég er góð, við erum svo góð. Svo þarf maður að rífa ykkur í gang, skilur. Þetta er svona stundum í lífinu. Ég fekk tíminn þegar ég var að koma inn í morgun, áðan, að það skiptir svo miklu máli, hverju maður umgengst. Og ég manna mamma mín, hún sagði alltaf við mig, sýndu mig hverju viniðinir eru, þá skal ég segja þér hver þú ert. Og ég fór alltaf í mikla fílu út af því að vinir mínir voru allir frekar svona lúðalegir á þessum tíma, en ég elskaði þá samt. Og það er nefnilega svo mikilvægt að velja vel í kringum sig og velja fólki sem er í kringum sig og hvernig það er að hegða sér og af hverju það er að hegða sér svo hegða sér, hvernig það talar, hvernig það kemur fram við aðra, út af því að hvernig umhverfið manns er, það hefur svo mikil áhrif á mann. Og núna erum við að koma inn í kirkjuna og eitthvað og við finnum fólk sem er svona svipuð með og er að gera svipaða hluti og við erum að svona tengja okkur hérna inn, skilju. Og mér finnst bara svo fallegt einhvern veginn að við getum verið með samfélag út af því að ég er að koma úr aðstæðum þar sem ég átti bara mjög erfitt með að finna fólk sem var bara gekk heilt til skógar, skiljiði. Þannig að geta komið hérna inn og fundið fólk og líka máta sig við alla sem eru hérna inni og fundið sér síðan fólk sem maður lítur upp til og einhverju sem er að gera eitthvað sem maður bara eitthvað, af hverju er hann með þessu orku bara, af hverju er ég ekki með þessu orku og fara að finna út af því hvernig fólk er að fá þessu orku. Og það er nefnilega málið að ef mann skortir orku og skortir þor til að fara að tala við fólk þá er nefnilega nafn sem maður getur kallað á og það er hinn heilagi Jesú. Hann hefur gefið mig kjark og hann hefur gefið mig kraft þegar ég ekki þora að fara að tala. Ég á mjög erfitt með svona ótrúlegt með ég virðast að ég standi núna og tala í mikrofón skjálfandi samt sko en það er út af því að ég er með Jesú í liði. Jesú gefið mig kraftinn, Jesú gefið mig kjarkinn og það er bara svo fallegt að eiga þessa trú þegar maður skortir hana á sjálfa sig og á þessu ferðalagi mínu að ég fundi fyrir það að þegar mín trú er að bregðast gagnvart sjálfum mér þá er trúin mín á Jesú alltaf að styrkjast og það er svo ógeðslega fallegt að loksins einhvern veginn þá þarf ekki eitthvað utanaðkomandi að hafa áhrif á hvernig mitt innra líf er sérstaklega hvað trúna varðar ef einhver segir eitthvað eða gerir eitthvað í nafni trúarinnar eða eitthvað svoleiðis skilur það hefur engin áhrif á það hver Jesú er í mínu lífi. Ég hugsa oft bara eitthvað, þessum vantar Jesú í lífið sitt. Meira sér þegar hann er að tala um Jesú, en það er svo er það annað mál. En ég er bara ógeðslega glaður að fá að vera með ykkur og bara heilagi Faðir, þakka þér fyrir að koma okkur öllum saman hérna. Þakka þér fyrir hvern einasta sem labbaði hérna inn og bara með þú fylla hjarta hans af þakklæti og hamingju og bara lýsa ljósið þínu á hann svo að við getum lýst ljósið þínu áfram á aðra. Bara þakka þér fyrir að koma okkur heilum og húum hérna og leiða okkur að lofa þig í allri okkar dýrð fyrir þína dýrð. Bara umvefð okkur kærleikanum þínum og þorinu og dirfskunni og gleðinni svo við getum dansað óhrædd við álit annara út af því að það er bara þú sem skiptir okkur máli. Herru, við ætlum að lofa Guð. Endilega rísið upp á fætur. Þetta fer einhvern veginn svona. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, and it's only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call
His holiness got hands. He is the resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer. Risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior. Worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, hey, hey, life of thee. Where, oh, death is now your sting, and where, oh, grave, your victory, and now where, oh, death is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Where, oh, grave, your sting, and where, oh, grave, your victory. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. Dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive. Dead things come alive. I call you Jesus. I call you healer. Risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior. Worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name. Whoa, whoa, whoa. Yes, kem ég bara, sko, velkomin, gott að sjá okkur. Og svo gott það sem Finni var að tala þetta, hvernig maður fær hugrekki. Ég man þegar ég kom inn fyrir 35 árum síðan
mölbrotin og það sem ég óttaðist eiginlega mest á þeim tíma þegar ég kom hérna svona eins og mósaík, hjartað allt í einhvern veginn brotum og það sem ég óttaðist mest var fólk vegna þess að ég hafði verið svona bæði brotin niður af fólki og misnotuð og bæði sem barn og unglingur og það var bæði sjálfsmyndin, viðbrögð mín, filterarnir mínir gagnvart fólki. Það var svo brotið og illa farið að ég óttaðist fólk og ég gat ekki hugsað mér að standa frammi fyrir fólki. Mér fannst erfitt að tala við fólk og mér fannst gott að fela mig og maður gerir það á ýmsan hátt, hvernig maður felur eða reynir að breyta persónuleika eða hvað fólk sér. Þannig maður þurfi ekki að vera hræddur. Og ég man eftir því ég var að koma hérna inn og ég sá fólk upp á sviði og ég hugsaði bara, vá, hvað allir eru í góðum málum hér. Og þið kannski hugsið það þegar þið sjáu okkur hér. Hvað við erum í góðum málum. En við eigum öll sögu. Og hver einasta manneska sem stígur hérna á svið á sögu. Og hann Óli okkar, hann ætlar að tala í kvöld, hann á sögu. En hver saga á stopp, ég ætla ekki að segja millistopp eða endastöð, ég veit ekki hvað orði ég á að nota. Það er það að við hittum Jesú og tökum hann inn í líf okkar. Ég veit ekki hvað orði ég á að nota. En við höfum öll þessa sögu að hafa hitt Jesú og hleypt honum inn í líf okkar. Og þá endurfæðingin. Og þá breytist, og ég man eftir því þegar ég uppgötaði eftir að vera búin að taka á móti fullt af fyrirbænum og líka sálgæsluviðtölum og líka að spjalla við fólk sem var í bænahóp og umkringja mig af fólki sem þekkti Jesú og bað fyrir mig. Og ég man eftir augnablikinu þegar ég var í strætó út af því að ég var svo oft, ég myndi lítið úr minni æsku og ég man bara eftir öllu neikvæða og ljóta og eitt af því var það að það var maður sem var skyldur pappa mínu sem misnotaði mig og ég var alltaf hrædd við pappa og ég hugsaði ef að þessi maður hvað gert þetta, þá var eitthvað vont þarna. En ég man eftir því þegar Jesús var búinn að koma inn í líf mitt og það var búið að biðja fyrir mér og ég var búinn að umkringja mig af fólki sem þekkti Jesú og gat leiðbeint mér. Þegar ég sat í strætó, ég fór að muna eftir æskunni minni, þessu góða. Og ég hugsaði bara, vá, það er ekki bara það að Jesús gefur mér nýtt líf og nýja framtíð. Hann gaf mér fortíðina mína sem var jákvæð og góð og minningarnar mínar aftur. Og mér fannst það svo ótrúlega sterk upplifun hvernig Jesús fer á djúpið með okkur þegar við förum að ganga með honum. Og það var biblíuvers sem rifjast hérna upp fyrir mig áðan, það er það þessi fullkomni kærleikur, hann ýtir út ótta. Og hver er þessi fullkomni kærleikur? Jesús. Því meira sem þú byrjar að læra að þekkja Jesús og hleypur honum inn í lífið þitt, þá fer þessi ótti og þessi brotna sjálfsmynd og ótti við fólk og ótti við lífið og ótti við dauða líka. Þetta fer. Og ég er búin að ganga með Guði í 35 ár, svipaðan tíma á Óli. Og við eigum marga vini sem að hafa gengið miklu lengur við. En það er svo magnaður þessi, við erum alltaf, Jesús er alltaf að koma með meira inn í líf okkar. Á meðan við lifum. Skiptir ekki máli hvað við erum gömul. Gömul og gráhærð, en ég get litað hárið, ekki Óli. Að Guð er alltaf að koma með meira og meira inn í líf okkar. Og ekki stoppa, ekki hefta, ekki gera lítið úr því sem að Guð getur gert inn í lífið. Þetta var, og ég trúi þetta sé lykil orð hérna inn í líf margra í kvöld. Hugsið hverju þið hafið í kringum ykkur. Að þetta er ákveðin lykil í þínum bataferli. Að fylla lífið þitt af Jesú, biðja til hans, lesa og læra að þekkja hann og vera vör þig og var þig hverjir eru kringu þig. Það skiptir máli.
Guð góður. Hann hefur fullt af kærleika og náð og lækningun í lífið þitt. Og ég skora á því náttúrulega fyrst og fremst að taka á móti Jesús inn í lífið þitt og síðan halda áfram að taka hann alla ævi. Hann hefur bara meira og meira að handa þér. Amen. Eins og ég sagði, Óli ætlar að tala til okkar í kvöld. Við ætlum að lofa Jesú, við ætlum að lofa Guð, skapara himins og jarðar. Og við eigum vonaríka framtíð, gleði og frelsi. Og taktu þetta skref og þessa áskorun að ég vil fá meira af þér, Jesús, inn í líf mitt. Ég elska þig, Jesús. Komdu með meir inn í líf mitt. Gefðu mér hugrekki að stíga næsta skref. Amen. Við erum með samskot eins og alltaf. Pósinn aftast og við erum líka með bankareikning. Svo er ég með tilkynningu eða auglýsingu, ABC Barnahjálp. Og það er þannig er ABC kristileg hjálparsamtök sem að verða til í kirkju, þar sem fólk ákveður hvernig getum við hjálpa til. Og þessi samtök eru 35 plus ára og þau verða hérna með matakvöld sem er fjáröflunarkvöld síðasta vetrardag sem er á miðvikudaginn. Óli sér matinn, sér að Guðni úr Lindakirkju, hann verður veislustjóri, það verður tónlistaratriði, það kostar 9.900 inn og það er skemmtikvöld og matur innifalinn í því og einhver einasta króna fer til styrktar ABC Barnahjálpar. Þannig endilega gerið ykkur glaðan dag, farið í betri fötin, eða ekki, mætið hérna á miðvikudagskvöldi, þið farið inn á heimasíðu ABC sem er abc.is og á forsíðunni er hægt að kaupa miða. Þið bara smellið á linkinn og þið fáið senda miða með númeri. Og það er happdrætti og málverka uppboð og ýmislegt gott. Þannig ég hvet ykkur öll til að fara inn á abc.is og kaupa miða og mæta hérna á miðvikudagskvöldið. Takk Jesús, ég lofa þér Drottinn. Ég þakka þér fyrir það sem þú ert að gera í líf okkar í dag. Og ég biðji Drottinn, heilagi Andi, bara að fara á meðal þeirra sem eru hérna í kvöld. Snertu við líf þeirra, talaðu til þeirra og fylltu þau af þínum frið og kærleika í Jesú nafni. Ég lofa þér Jesús og lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér er og gleif eigi neinum neitt af því sem hann hefur gert og er að gera og mun gera. Amen. Nú ætlum við að syngja lag sem allir þekkja. Þannig þið megið bara endilega að syngja eins hátt og mögulega getið það. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song is still, and you never do. So I throw up my hands, praise you again. 'Cause all that I have is you. Hallelujah, and I know it's not much, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move.
with my arms stretched wide. I will worship you, so I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get, come on, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of us. Get up and praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Mæli bara með þið, takið núna smá bæn. Þökkum fyrir lífið. Takk Jesus.
takk fyrir að lyfta okkur upp, umvefja þig, kærleikurinn þinn. Þvílík fegurð, þvílíkt frelsi. Þvílík fegurð, þvílíkt frelsi, að láta ljós þitt skína á mig. Þvílík gleði, þvílíkt frelsi, þú lætur ljós þitt skína á mig. Þvílík gleði, þvílíkt frelsi, þú lætur ljós þitt skína á mig. Veröldin öll eigi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þig lofa við. Drottinn tíða dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn tíðar dvel mér hjá, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Heiðri þig, veröldin öll megi sig, sér hver sá, jörð, tungl og sól játi þig. Svo ekkert hindrar mig, nei, því lofa við. Þú í sannleika, ég tilbið þér. Drottinn tíðar dvel
hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þinn Guð minn, hér er, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur utan haldrandi þjóð, og veitir mér styrk
Látið þið heyrast í ykkur. Halleluja, takk Jesús. Halleluja, en rís á fætur öll, yndislega lofgjörð. Gott að dvelja í nærveru Drottins. Bara Faðir minn, bara þökkum fyrir Drottin að við fóum að vera í þinni návist, Drottin. Takk fyrir anda þinn sem fer þennan sal. Takk fyrir Drottin að þú ert að snerta við fólki hér í dag, Drottin. Eins og þú gerir alltaf, Drottin. Ef við komum fram fyrir þig með opin hjörtu, þá kemur þú, Drottin. Þú lætur aldrei á þér standa, Drottin. Og við þökkum fyrir, Drottin, það bankið sem þú erum að hjarta fólks, Drottin, að fólk megi opna hurðana í kvöld, Drottin. Taka móti hjálpræðisverkinu, taka móti því sem þú hefur fyrir líf okkar, taka burtu frá okkur allar þessar slæmu tilfinningar, fíknina, kvíðan og óttan og það sem við fólk að berjast við, Drottin. Faðir minn, geðu okkur að sjá þetta algjörlega í nýju ljósi hér í kvöld, Drottin. Alveg eins og í lofgjörðu núna, þessu akkúrat þessu augnabliki sem núna. Drottin minn, að þú ert hér til þess að starfa. Takk fyrir að þú dvelur í lofgjörð þíns lífs. Þú ert þarna akkurat núna að snerta við hjörtan og Drottin. Faðir minn, biður bara auðmýkt í hjarta okkar. Að við megum taka móti, Drottin, því sem þú hefur fyrir okkur. Burtum allt stolt og hroka, Drottin minn. Okkur finnst það asnalegt. Við viljum bara koma hér, Drottin, og bara gefast upp fram fyrir þér. Og afhenda þér allar okkar byrðar, allt sem við erum að berjast við. Við þurfum ekki að vera hugsjúk neitt. Við bara lyftum þessu upp til þín. Og þú, Drottin, kemur inn í líf okkar. Kemur lausnina og kemur lækninguna. Takk fyrir friðinn, Drottin. Takk fyrir hvíldina, Drottin, sem í þér. Takk fyrir hvíldina þegar þessi yndislega lofgjöf fær að flæða. Hvað gott að finna bara þreytu og streitu, bara fara úr líkamanum, Drottin. Af því þú ert hér að snerta í líf okkar. Þú þráir að gefa okkur hennan eilífa frið, Drottin. Frið sem heimurinn getur ekki gefið. Bara þú einn getur gefið það. Og ég beði, Drottin, og ég beði að tala þetta eins og sérka sem inn í dag, Drottin. Banka á hjartara, hvað það sem ég get gert? Hvernig get ég komið inn í lífið þitt og hjálpa þér? Hvað það sem þú þarfnast frá mér? Segðu það bara, játa með vörunum og Guð kemur. Hvers sem þið biðið í mínu nafni, það skal ég veita ykkur, segir hann í orðinu. Og það er alveg sama hvað það er. Hann þráir að grípa inn í lífið. Hann þráir
að gefa þér frið. Hann þráir að umvefja þig í kærleika, elsku og vináttu. Hann þráir að eiga samfélag við þig alla daga, 24/7, alltaf. Takk á móti þessari gjöf, þessari yndislegu gjöf sem hann er. Og Faðir minn, ég er sérstaklega að biðja fyrir þeim sem eru hér í kvöld og hafa ekki komið kannski áður eða hafa ekki játað þig, Drottinn inn í líf. Þá biðji Drottinn að þú megir gefa þeim og fylla þá á voninu, Drottinn. Þú segir orðin að þú játa með vörunum og trúir í hjartanu að Jesús sé Drottinn, þá myndi hólpinn verða. Og Drottinn, við þráum öll að vera hólpinn. Við þráum bara öll þessi vandamál, allir þessi ótti sem í kringum og hefur verið umvefja líf okkar. Við viljum þetta bara burtu í Jesú nafni. Við viljum fá bara frelsi til að geta gengið frjáls. Bara takk, Drottinn, fyrir lífið í þér, í Jesú heilaga nafni. Amen. Vá, svo falleg lofgjörð, ekki yndisleg lofgjörð. Það er svo gott að hvíla þessi lofgjörð. Takk, elsku vinur, þetta var alveg stórkostlegt. Bara gefa þeim gott klapp. Ég gaman að sjá okkur í kvöld. Það hefur legið svolítið á mér, og lengi. Ég hef oft komið inn á það að ég vil taka svolítið spjalli bara við ykkur í kvöld. Það er ekki leið. Spjalli fjallar það að akkurat eins og vorum að biðja og akkurat eins og var hérna í lofgjörðin á það. Ég verð að segja ykkur það, ég kom hérna áðan og ég var mjög þreyttur og ég fannst því svona úrvinda. En leið og ég kem inn í lofgjörð, þá gerist eitthvað. Þetta bara fer í burtu. Algjörlega. Og mér langar svolítið núna að bara á mjög einfaldan hátt að ég verið að tala við svolítið af fólki og ég kemst að því að hvernig ég svo erfitt að orða það. Jú, segjum það, ég frelsast 1988 og svo er svona vöxtur í mínu lífi í gegnum þessi ár og með alls konar hægðum og lægum, eins og ég er búinn að segja ykkur áður. En það er svona vöxtur sem að fer hægt á stað. Og ég trúi því í dag að þegar fólk frelsast, sem ég ætla að fara í gegnum á eftir, taka á móti Jesú Kristinn líf sitt, að þá hefst vegferð sem er gríðarlega hröð. Ég veit ekki hvort að Guð sé að vinna svona hratt eða hvort það sem ekki æðbunnu gangur í okkur sem eru leiðtogar eða þeir sem eru að leiða fólk áfram, að fólk fer rosalega hratt. Og það getur verið, kannski er það bara sem að Guð er að vinna og það er að vinna hratt. Og það er fullt af fólki sem er út og er að glatast og við vitum það. En mér langar til þess að fara í svona grunnþætti að því margir sem koma inn þeir fá þetta svona í einhvern stikkorðum hvað kristna lífið er. Hvað er kristna lífið? Það er alls konar stikkorð bara. Það er ég byrjum ekki á að gera neinu og Guð er góður og þér er fyrirgefið og allt það. En við þurfum að vita hvað liggur á bakvið það. Og það er þetta hjálpræðisverk. En áður en hjálpræðisverki fer á stað af hverju Jesús Kristur kemur, að þá er bara sköpunarsaga. Þegar Guð skapaði himinn og jörð. Og við lesum í 1. Mósebók. Og þar er talað þegar hann skapa allt. Höfin og fjöllin og dýrin og svo skapar hann manninn. Og ég hef sagt áður, og þetta er svo mikilvægur hlutur að við skiljum. Hann skapaði manninn, þig, í sinni mynd, líka hann sér, til að segja samfélag við sig. Maðurinn algjörlega syndlaus og bara frelsi. Það var ég sá þetta fyrir mér, því ég var nýfrelsaður, sá ég þetta alltaf fyrir mér svona í aldingarðinum, Adam og Eva leika sér og svo allt henni pikkaði bakið og snýra sig, þá var enginn, þá var Guð að svona stríða þeim. Það átti að vera svona samfélag sem átti að gerast þarna inni og það var engin synd til. Og hann sagði við þau að allt þetta er ykkar, allt, farið vel með það. En það er einn hlutur sem ég vil ekki að þið gera og það er að borða hér að skilnistri, stregóðs og íls. Og það er þetta fræga eppil, þið sjáu þetta á símanni hjá okkur, það er búið að býðja. Og þetta fræga epli var til þess að þau notuðu viljan sinn og þar kemur að grunnatriði trúarinnar alveg til dagsins í dag og til þín sem er til í kvöld og hefur ekki tekið þess afstöðu. Að þetta fjallar allt núna, að valdið er í þínum höndum.
að þegar að syndin kemur inn í heiminn strax þarna í byrjunni, þau óhlýnast Guði strax. Óvinurinn, djöfullinn, Satan, höggormurinn kemur til þess að fresta þær og segja að ef þið borða þessu epli þá verði jafn gáfuð á Guð og klárari. Og þau frestast til þess að gera það. Þannig að mannlega eðli kom mjög fljótt upp í Adam og Evu og þau synguðu gegn Guði. Og þá talað að hafi komið synd inn í heiminn, erfðarsynd. Og við vitum það í gegnum gamla textamið að það kemur skilnaði milli Guðs og manna. Akkúrat þarna í aldingarunni, strax í byrjunni. Það kom myrkur og það kom skilnaður milli Guðs og manna. Það svo gott að byrja akkúrat þarna. Síðan talað að menn færðu fórnir. Þeir skáru fallegasta lambið eins og ári á páskahátíðinni. Hún miklu eldri heldur en Jesús var fæddur og þá skáru menn og fórnuðu lambi og blóðið var tekið og makað á dyrastafi húsa til þess að enginn til dauðan kæmist ekki inn. Og þetta sem sagt fyrirgefn syndanna gerðist með fórninni, með blóðinu og lambi. Og Jesús oft kallað lambið heilaga og blóði náttúrulega sem rann úr lambinu þegar þið voru að skera það og nota til þess að maka á dyrastafina og fyrir syndafórnin. Á sama hátt lag blóð Jesú Kristi á krossinum akkurat fyrir okkar syndir. En það sem gerðist að Jesús kemur, hann oft kallaður hinn seinni Adam. Hann kemur og gefur okkur annan séns. Hann fæðist að konu sem mjög mikið við hugsum mörgum finnst þetta bara fáránlegt að Guð skuli vera að því Jesús Guð, en hann varð að koma á jörðina sem maður. Hann var að labba á jörðinni. Hann notaði aldrei sem yfirburðarstöðu sína að vera Guði líkur og vera Guð. Heldur hann var að gera það eigin verleikum. Hann fæðist að konu, að því ef hann hefði bara allt í hennu byrst eða flogið niður og allir við síðan, þá hann tikið viljan á okkur. Og það er grundvöllin í byrjunni. Ég ætla að skapa mannin í minni myndi og ég ætlum að skapa hann í okkar mynd. Og það akkurat þegar viljan sem skiptir svo ótrúlega miklu máli. Að þegar Jesús fer á krossinn, þá fer hann til þess að deyja fyrir syndir okkur að sjúkdóma. Þá þessi blóðfórn farið í síðasta skipti fyrir allt sem þú hefur gert og allt sem þú kemur til með að gera. Þegar að kolryðgaða nagla keyrðust í gegnum holdans, þá var það gert fyrir þig til þess að þú getur eignast líf. Og það svo mikið að þegar við erum að tala eins og heimurinn í dag, hrikalega fréttir, bara svo óhugnalega fréttir sem við erum að heyra eins og frá Bandaríkjunum í gær, að þú veist, af hverju þetta að gera, hvað í gangi? 7 lítil börn. Og svo alltaf spurt, hvað Guð og hvað Guð í þessu öllu? En vitið það að Guð getur ekki farið inn í þitt líf nema og leyfir hún það. Og það kemur að þessum sjálfstæða viljan sem Guð gaf okkur í byrjun. Við þurfum að nota hann til þess að velja Guð. Við getum ekki kennt honum bara þegar illa gengur og viljum svo ekkert á hann að vita þegar vel gengur. Við erum svolítið gjörn á það. En við verðum að hafa skilningin á því. Þetta grundvallar atriði í trúagöngur okkar að við skiljum það að Jesús kom til þess að deyja syndafórn fyrir okkur til þess að við getum eignast líf. Og hann greiddi þetta skuldabréf, það bara frá, algjörlega fullu greitt. En syndum gerum við slæma hluti eftir að við búin að eignast trú? Já, við gerum það. En við höfum náðasamlega Guð. Hann á nýja náð okkur einasta degi. En okkar vöxtur í Guð að vera það að læra að þekkja okkur sjálf og gjörðir okkar. Að við þurfum ekki að vera að koma fram fyrir hann sífellt og biðja hann að fyrirgefa okkur. Það þarf ekki nema hugsun eða gjörðir. Og hugsunin getur oft verið alvarlega heldur en gjörðin. Og það svo mikið að við skiljum að ef þú vilt að Jesús breyti lífið þínu, við erum hérna í kvöld að því við þráum að sjá breytingu í líf okkar. Við erum öll hérna í kvöld að við þráum að Guð komin í líf okkar. Við vitum bara ekki alveg öll hvernig það gerist og við getum hugsað að ef við tölum fagnaðarreinindi, það misjafnt
í þjóðkirkjunni eða inn í lútersku kirkju þar sem að skírnin og sakramentin eins og kallað altarisgangan og allir þessi hlutir. Svo kemur í þessa evangelísku kirkju eins og við tilurum mörg okkar hérna, Hvítasunnuhreyfingunni og þessari evangelísku kirkju hreyfingu, þar sem við sjáum þetta annan hátt. Við trúum á endurfæðinguna, þú verður að endurfæðast með því að taka móti Jesú Kristi inn í lífið. Þú tekur niðurvitingaskírn, þú grefur gamla mann og rýst upp sem nýr maður. Og það er svo gott að við sjáum þetta, hvernig þetta virkar. Við getum ekki sífellt að pissa utan í Guð. Og ég gerði það svo mörg ár. Og við verðum að trúfast í Guð. Allt sem hann hefur gefið okkur, en þetta er allt byggt á einum og sama hlutum. Trú okkar. Hvar er trú okkar? Ég er búin að ganga gegnum svo ótrúlega marga og erfiða hluti í mínu lífi og hvernig Guð gripið inn í mitt líf setur mig á þann stað að ég get bara ekki verið vantrúaður á Guð. Það sem hann er að gera. Hann er búin að gera þannig hluti í mínu lífi og hann vill gera það í þínu lífi og hann hefur gert það í lífi margra hérna inni. En munu það bara að ákvörðunarvaldið er alltaf í þínum höndum. Hann treður sér ekki inn í lífið og hann mun aldrei gera það. Þú verður að játa með vörunum. Þú veist, hugsa ykkur, Jesús, hann dó á krossinu fyrir þig til þess að þú getur eignast líf. Og fyrir mörgum er erfitt að trúa. Og ég segi, þú veist, ef þú trúir því að Jesús hafi dáið á krossinum, henti inn í einhvern hellir, 2 tonna steinn settu fyrir, 2 mínútum síðan þá var bara steinninn farin í burtu og hérna Jesús farinn og hann er risinn på dögum og hann er komin að labba með strákunum. Og þú veist, ég veit það lógist og mannlega, þá er þetta náttúrulega alveg út í hætt. En vitið þið, þegar að trúin er komin inn í lífið þitt og fullvissan hver Guð er, þá er þetta bara alls ekki ótrúlega. Af því Guð er kraftaverkandi Guð. Og þetta er mjög mikilvægt að við skiljum að gangan og Jesús Kristur, að það er hann, að þessi leið milli Guðs og manna, hún lokaðist gegnum allt Gamla testamentið, þá til að Jesús kom að nýju og hann opnaði leiðina inn í heiminin. Munum það þegar við förum með faðirvorið, hvernig endum við farum við? Í Jesú nafni, amen. Passvortið inn í heiminin. Við byggjum í Jesú nafni, að því hann er meðalgangar á milli Guðs og manna. Í Jesú nafni, munið þetta passvort, Jesús, það er passvortið. Mjög einfalt að muna. En við þurfum að nota það og við gerum það í bæninni. Og til þess að þegar við skiljum gönguna, allt sem gerðist, að því Biblían er frekar einföld, þess vegna er hún svo flókin. Að það er bara sköpunin, hann skapar mannin eftir sinni mynd, hann skapaði þig, til að segja samfélagið þig. Það er brotið, eina beðnin, ekki borða trénu, syndin kemur inn í heiminn. Syndin kemur inn í heiminn. Og hún er þarna, allt Gamla testamentið. Friðþægingin fyrir syndirnar gerist með blóði, með því að skera lamb, láta blóði renna, svo þau getur nú byrjað að synda aftur. Síðan kemur Jesús Kristur, lambið heilaga, seinni Adam, fer upp á krossinn, fórnað á sama hátt og lambinu var gert. En bara í síðasta skipti var það gert. Það var þennan dag, fyrir 2000 árum síðan, þegar Jesús var krossestur. Það var í síðasta skipti sem blóðfórnin var. Og blóð hans er gríðarlega mikið. Við tölum oft í bæninum að blóðið megi vernda líf okkar. En munum það að Jesús, hann lifir í dag. Og hann labbaði hér á jörðinni. Þú veist, það er ekkert langt síðan þetta var. Það er ekkert svo erfitt að halda út í heimildum í 2000 árum. Þetta eru nokkur langa ár frá okkur og upplýsingar fara á milli manna. Og þetta er bara alls ekkert. Og ég segi ykkur að þetta er bara eins og Gamla testamenti. Þeir fundu sem sagt handrit af Jesaja spámanni í Noregi á öllum stöðum 1940 eitthvað. Og það er búið staf það sama eins og handriti sem voru búin að finna áður. Af því það var þannig þegar spámenninu töluðu
Það voru skrifarar, það voru algjörlega heilagi menn, þeir máttu ekki vera giftir, þeir bjuggu bara. Svo talaði spámaðurinn, eins og Jesaja, og þeir skrifuðu. Margir sem skrifuðu. Síðan voru þessum handritum, þau fórum alla jörðina. Að því Guð vissi nákvæmlega hvað hann er að gera. Leður verið að rífast nógu mikið, þá finnast þessi handrit hér og þar heiminn og öll upp á staf það sama. Allir spádómarnir, allt sem gerist í Gamla testamentinu, allt sem rættist þegar Jesús Kristur fæddist og kom hérna á jörðina. Og hann fæðist að konu eins og ég sagði hann, sem mikilvægur hlutur, af því hann var að vera maður. Hann vildi ekki taka viljan að þér. Hann gekk hann græddi alla þau sem voru undirrokaðar að djöflunin stendur í orðinu. Hann gerði líka hann læknaði fullt af fólki, hann reisti fólku frá dauðum, en hann labbaði aldrei að mannesku og sagði að hann ætlaði að lækna hana. Það var allt fyrir trú einstaklingsins. Þeir eldan, þeir leta hann síga niður, þakið, það var alltaf trú fólksins sem var til þess að Jesús sagði trú að ég geti læknað þig, og hann segi já, verði þér að lækningunni. Og ég held að þetta sé mjög mikið af hlutur, það segir svolítið mikið það að við sjálf verðum að leita eftir, þegar þú ert með bænarefni, biðdu Guð á hverjum hans degi. Við eigum eiga samfélagi Guði gegnum bænina, andardrátt trúarinnar, og við biðjum Guð þá hluti sem við þráum fyrir líf okkar, og Guð grípur inn og hann svarar bænum okkar. Og ég er búið að koma svo mikið í tími núna, það er svo gott að eiga bænabók, að skrifa niður bænarefnin okkar, til þess að geta beðið fyrir því aftur og aftur, en það er líka svo gaman að sjá hvernig Guð er búinn að grípa inn í líf okkar. Við áttum ekki kannski vonað á deginu sem við báðum, en svo kemur Guð, af því hann er trúfastur Guð. Af því allt sem hún biður í hans nafni, það mun að veita þér, sama hvað það er. En það er ekki alltaf á okkar tíma sem það gerist. Þannig ég vil hvetja ykkur, það er svo mikilvægt á þessum tíma sem við lifum í dag, það er svo mikilvægt að við sjáum engan glatast, það sjá ekki fólk glatast, það er svo ömurlegt. Við erum að horfa upp á svo óhugnanlega hluti sem er að gerast í heiminum í dag og við þurfum að, ég er að vera 70 núna og ég man ég var óbúslega hræddur við dauðan hérna á það fyrir að deyja og bara hvað allt, auðvitað kemur til að sakna fólksins og allt það, en það sem býður okkar er svo stórkostlega. Það er eilíft líf með honum. Hugsaðu að eiga þess að fullvissu í hjartanu að við eigum eilíft líf með honum. Eilíft líf, bara óendanlegt. Þetta er bara millilending hérna. Við erum bara rétt að skjóta eftir þennan á jörðina. Og hvað ætlum að gera hérna? Við ætlum að taka með okkur fleiri í vélina upp í himininn. Og það er það sem við þurfum að gera. Til þess er United til það mánudagum. Þetta er fólk sem kannski vill ekki fara í kirkju endilega, en vill koma hérna, hlusta á yndislega lofgjörð og tónlist, fá að heyra orð sem er einfalt orð það hvað er sem gerist í líf okkar þegar við tökum út í Jesú Kristi. Og þá byrja hlutinir að gerast. Það er svo ævintýralegir hlutir. Hversu margir hérna hafa ekki fengið að upplifa stórkostlega hluti og hluti sem við áttum aldrei vona myndi gerast í okkar lífi. Að því Guð hellir yfir okkur blessunum ef við erum trúföst. Og trúfesti, hún byggist á því að við eigum trú. Og trú okkar verður að fullvissa. Það er þangað sem við viljum fara. Þá hluti sem er eigi auðvitað að sjá. Þessna heitir trú, af því að við sjáum það ekki. Og við förum á með stað að trúin verði fullvissa það fyrir líf okkar og þegar við biðjum. Stundum kemur ekki bænasvarið á þeim tíma sem við viljum hafa það, en bænasvarið kemur. En það getur oft verið nei. Við mögum ekki gleyma því. Guð er stundum með miklu betri leið heldur en við erum með. Og það hefur sýnt sig í mínu lífi. Það er betra að hafa hann við stjórnina. Það stýra okkur áfram. Þannig við ekki að rísa á fætum, ég langar að biðja bæna fólki að koma og vera tilbúð og ég upplifi bara rosa sterkt að það sé einstaklega hérna inni, við þurfum að taka skrefið og mér langar til og sérstaklega ef þú hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi í lífi og hefur ekki farið með þessa bæn, það sem við kallum frelsisbænina, að játa með vörunum og trúi í hjartanu að Jesús er drottinn og þá stendur orðinu og þá myndir hólpinn verða og að vera hólpinn að það er þá áttu bara frjáls og þú ert ekki að hræddu, þú ert ekki sekur lengur. Og svo ef þú ert á þann stað, þú er kannski farið með þessa bæn einhvern tíðan, en þið vantar eitthvað, þið vantar þetta, þennan næsta í lífiðinu sem að ég er að tala fyrir mitt líf og Viktor og Laufi og Miriam og allir hafa verið að tala hvernig Guð breyti líf okkar,
Kannski hefur upplifað að ég finn enga breytingu, jú, mér líður vel á samkomun og allt það, en þetta getur verið daglegt brauð í líf okkar. Það Guð að vinna í líf okkar, hann hjálpa okkur áfram að stíga sér skref. Hann getur leitt okkur áfram. Og það það sem hann þarf að gera. Þannig að ef þú hefur ekki tekið á móti Jesú Kristi í lífið, þá hvet ég til að koma þetta fram. Viktor hérna og Laufey, taka við ykkur, ef þið viljið fá fyrirbæn, ef það eitthvað í þínu lífi, kannski ertu nýlega komin út meðferð og þú þráir svona, þá hennar styrk, þú þráir kærleika, þú þráir að fá óttaninn í burtum, hræðsluna, vanmáttakendina, finna sig ekki tilheyra, hér tilheyru. Ég get lofaði því. Við elskum að hafa þig hérna og við elskum að faðma þig til þess að vera með okkur í þessu starfi, til þess að hjálpa öðrum. Bara Guð bless ykkur og varveiti. Amen. His face shine